Já, nú ætlum við að gera, hvað ætlum við að gera? Við ætlum að tala bíó. Það bíómynd sem sýnd í Bíóparadís sem heitir Triangle of Sadness og eiginlega svona innlegg inn í samfélagsumræðuna. Það eru listaverk geta verið það, bæði listaverk í frásögn og öðru slíku en líka haft brýnt erindi og til að ræða þessa mynd eru hingað komin Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Backman og Benedikt Erlingsson. Mér velkomin. Takk. Ég vona að þið hafið séð myndir það. Já. Hvað, ef ég hefði ekki séð hana, segðu mér aðeins frá henni. Sko, fyrir að fyrsta minnstu bara frábær mynd. Hún kemur með svolítið svona áhugavert sjónarhorn á alls konar svona samfélagsádilur og þú ert að sjá kannski margt sem í raunheiminum en þú ert að sjá það í annari mynd, þú veist það búið að hvolfa eins og bara valda píramítanum og þú ert með hann hvolfist. Já, og þú ert með þú veist þessa karlkyns persónu í upphafi sem þessi mikil feministi og með þá umræðu og það bara svona alls konar sem þú veist kannski búið að vera að segja í mörg ár sem samt, þú veist, kemur þá í öðru ljósi og maður tekur einhvern veginn öðruvísi inn út frá myndinni að mínum mati. Hvað segir þú, Benni? Já, ég sá einmitt þessa mynd í Cannes á frumsýningunni með elítunni. Já, þú ert á fyrsta farrými. Það var einmitt gaman með okkur við í fyrsta farrými, það fór hrollur okkur og ég fór svona að hugsa búskaparhætti, íslenska búskaparhætti sem mjög merkilega og mikilvægt rit eftir Jónas frá Hrafnagili sem kennir okkur hvernig á að lifa af á Íslandi og grundvallarrit og líklega í ljósi þess að okkur kannski mjög hvolfa hér í ljósi loftslagsbreytinganna. Það var nú eins gott að kunna búa til taðkvörn og rækta garðinn sinn og flá kind og þarna einmitt gerist það í þessari fallegu mynd að það er skúringakonan sem kann að kveikja eld og veiða fisk og hækkar í status og alveg á sama hátt, hún nýtir sér það. En fyrir þá sem ekki að segja þetta sem sagt fólk á listisnekkju þar sem mikið hierarkía og stígveldi og svo fest skipið og þau reka á land þarna nokkur og það eiginlega klósettþernan sem svo eina sem að kanna veiða fisk og elda fisk, kveikja eld sem að verður eiginlega kóngurinn. Já, byrjar að kynþrælka mótilið og svo hræðis. En þetta semst líka skemmtileg stúdía á einmitt elítin og tegundur fólks, þarna áhrifavaldurinn og mótilið og ofurríka liðið og gamlir peningar og nýjir peningar og menningar munur á milli þeirra en öll eru þau á fyrsta farrými, sko. Og líka að því strax í byrjun þau eins og í tískusýningunni sem kemur í upphasatriðinu, þú veist, þá þetta við erum öll jöfn og við, þú veist, allt bara world peace eitthvað. Og líka þessi sama ádela í kafla 2 þegar konan á fyrsta farrými meitt að segja við starfsfólki bara, jú, við erum jafningjar, þú átt að koma inn á synd og neyður allt starfsfólkið í það. Þú veist, það til dæmis mjög áhugavert af því að þú veist, maður sér það bara svo bersýnilega að þið eru alls ekki jöfn og þessar stöður eru bara svo ósambærilegar einhvern veginn. En stöðuna það ekki bara fyrst og fremst peningarnir sem að ráða því hvað þú ert í? Já, í þessu samíki náttúrulega peningum breytt í vald, sko, og menn nýta sér það, þessi valda misnotkun, en hún gerir það líka í fyrsta atriðinu milli mótelsins og konunnar sem hefur hærri tekjur og það svona sænst par, hvor á að borga reikningin og akkur þarf hann að borga reikning, hann hefur miklu minni tekjur en hún, því hann kallmaður, skilur, og svona svíi sem orðar það og þetta þema sem sagt endurtekið, sko, þú veist. Já, einmitt. Kynin. Já, þetta fer inn í kynin og stéttarmun og svona við og svo kemur þessi marxíska umræða, það náttúrulega brjálaður skipstjóri sem marxisti. Þú væri ránað með hann. Og mjög ólíkarki menntaður í leninísku fræðum. Ólíkarki menntaður í það sem orðið ríkur á skít, beinlinis, á því að dreifa skít. Þannig að þetta náttúrulega ótrúlega flottur spegill, sko. En það svona áhugavert, sko, hvernig, ég meina, að því ríkt fólk, mér finnst ekki þetta snýst ekki bara peninga heldur valdastöðuna, því hann málar ríka fólki ekkert endilega sem,
vont, eða þú veist, eins og þessi gömlu hjón sem eru, þú veist, að græða á vopnaframleiðslu, skilja þetta eru svona krúttlegt, svona almennilegt og aðgengilegt fólk þarna og það einhvern veginn, þú veist, að því maður kannski ímynda sér að þetta sé einhver skrimsli, þú veist, á bakvið allt þetta, sko. Já. Þannig að hann einhvern veginn tekur líka alveg svona smá beygjur þar og meist það líka alveg bara sína, þú veist, þessi einstaklingshyggja virkar ekki eins og þeir eru komin að eyðeigina, þú veist, að því ég meina klósettferðnan sem að ræður öllu. Verður hún ekki skrýmsl eins og þau voru? Þú veist, að á einhvern hátt, en hún gæti, þú veist, í þessum sporum þá gæti hún ákveð bara, þú veist, að láta þau öll bara svelta, skilurðu, en það er líka bara, ég held að þetta sýnir mér svolítið, þú veist, ég meina, þú vilt hafa samfélag, þú vilt hafa fólk með þér, þú veist, þó þú sért kannski að nýta það á ólíkan hátt, en þú veist, það er fullt af fólki sem fær bara svolítið svona slæta með, þú veist, bara því það er þarna, einhvern veginn, þú veist, þetta er ekki, skilur, þau þurfi ekki öll að koma með þetta framlag til þess að vera partur af þessu samfélagi sem er búið til þarna. Það eru alls konar speiklanir líka þetta skipið sem við erum á sem er að velta út af loftslagsbreytingunum og allt það og hvernig við kostum upp bara í velsæld og það er líka hlutskipti hérna veiku eða hérna föllu, hérna slösuðu sem eru beinni skiltir þarna eftir og hérna þannig þetta er hérna ótrúlega allegória á það og interessant að því við erum hér að þetta er ekki algengt í kvikmyndagerð og það segir manni að sko átökum stéttarmun, það segir manni kannski við sem búin til kvikmyndir erum millistétt eða yfirstétt og við gerum kvikmyndur okkur en þó eru til myndir sem gera það, oft er þetta sósíalrealismi mikil í arthásheiminum svona misseri myndir, þú veist, lágstéttir. Þannig mismunandi eftir lönd, já, sko, það er oft í frönsku myndum með stéttamyndum. Já, og það er það. Suður Kórea er bara eiginlega fjallum það undanfarnar. Já, fullt af myndum það, sko, lægstu stéttina, en sko, að setja saman átökin á þennan hátt. Ég til dæmis einn myndina, íslensk myndi, Andið eðlilega, sem er sko sjálfgefn mynd tvær konur í lægstu stöðu. Og ef ég á að tala fleiri íslenska myndur stéttar átök þá fyrsta myndi sem er þetta huga náttúrulega er Hrafnur flýgur. Já, svo mynd. Sem er náttúrulega þræla og yfirstétt. En hann er svolítið svona kaldur höfundurinn. Hann er svona alltaf að afhjúpa svona yfirborði sem við breiðum yfir okkur, það er ekki mikil innistæða í okkur. Og það er líka allt þetta, þú veist, með þetta samfélagsmiðla par, þú veist, að sína þetta svona rátt, skilurðu, þú veist, hún bara, þú veist, er þarna til að taka myndir og hann alltaf einhvern veginn hliðinu svona, þú veist, að þessi hamingi sem þú ert að sjá í gegnum samfélagsmiðla er kannski ekki alveg til staður og allt það, þú veist, það eru svona margar litlar ádeilur einhvern veginn inn í myndinu svona. Það er engin hamingi sem er í þessari mynd, það? Ekki mikið, nei. En sko, ég meina, Rúben Östlund er einmitt þar rétt hjá þér, hann er svolítið, svona, hann er kaldur og analítiskur, sko, sem horfir á manneskjuna sem dýr og horfir á manneskjuna sem í valdabörð í túrist eða force majeure það sem sko það sem mennskan er mjög þunn það sem og faðirinn afhjúpast þarna bjargar símanum sínum og skilur fjölskyldunum sinna eftir og hvernig þau sko meðvitað reyna að búa til bandalagið aftur sko bara þess að halda saman fjölskyldunni út af stærri hagsmunum og það er þessi svona, komum við að segja, svona marsísk sín sko á eðli mannsins sko sem er grimma dýr og statusdýr. En kynin í þessari mynd, þetta er náttúrulega mikið stéttir, en svo er þetta líka kynin. Já, mjög mikið, það er náttúrulega bara strax í byrjun, mér fannst það mitt gott uppasatrið það sem þeir eru að benda á bara, ég meina kallkynsmótur fá 1/3 af launum kvenkynsmótura og allt það, þú veist, og svona alls konar eitthvað í feminisma sem maður hefur kannski ekkert heyrt mikið af Það raskar ekki hluturkonum að konan á samt að fá matseðil með engum verðmerkingum og hann á að borga. Já, einmitt, þú veist, það er líka bara einmitt samt út fyrir sig, en þú veist, mér finnst það bara svolítið svona góð sín á það, þú veist, að auðvitað af því við viljum vera jöfn kyn, að þá á, þú veist, eiga hluturkinu vera jöfn á öllum einhvern veginn vikstöðum svona, þannig að þú veist, mér finnst það svolítið, já, góð punktur allavega. Í gamla daga þegar voru með stéttir, þá var oft sýnt að sko lágstéttin væri náttúrulegri, svona rússóismi. Það væri betri og nærtengdari. Það er ekki alveg... Já, en þú hefur það í íslensku myndum eins og til dæmis veiðiferðin. Þar ertu með, að því vilist, er þetta ein stétt, en þeir eru samt þarna með bankamann og stjórnmálumann,
sem eru sko drullusokkarnir. Búin að fyrirgera sálsinni. Þeir eru drullusokkarnir. Það er að segja menningalega kapitalið í íslensku narratífinu liggur hjá lágstéttunum eða millistað og ríkikallin er skítæll. Skilu, það er svona gegnum gangandi. Ég veit ekki hvort það er að breytast sko og svo en þetta er svona sem sagt búið sem Jensen voru danskir skilur og einhvers konar skömbó þar skilur. Þannig að það er narratífa sem er mjög interessant sko hvort og raunverulega er að breytast sko. Þú veist, þegar eins og hann benti hérna á undan varandi, þú veist, þegar önnur kynslóð innflytjenda fær ekki menningarlegt tækifæri til að byggja sér upp menningarlegt kapital, þá á hún engan séns í reynum félagslegum hreyfanleika. Og við höfum ímyndað okkur á Íslandi að, þú veist, fátækt fólk, og það er einst að fátækt fólk hefur haft menningarlegt kapital, þannig að það getur lyfst upp. Þú einhvern tímann talaði svo fallega um ríkisútvarpið sem akademíu fyrir fátækt fólk, sko. Og nú erum við bara með alveg nýtt scenario. Þú veist, þegar öll miðlun og nýjar kynslóður er ekkert með í arfunni, það horfa ekkert á ríkissjónvarpið eða útvarpið og eru bara að leika sér við amerísku vini sína og kínverska miðlunum og svo framvegis. Og það er eitthvað stórt að breytast og það mun breytast í menningarlegu kapitali milli kynslóða. Og þá bara í færni tungumálsins, í færni þess að lesa eða skrifa, einhvers staðar stefnir þetta það að við sem að fara til helvítis. Það var eitt í sem að erum munun munun á menningu hástéttar og lágstéttar er hann í upphafi. Það er að módel brosa, að þá hefur verið að selja múgnum það. Já. En því fíldari sem módelið er, því dýrar er vörumerkið. Því að þeir sem að fljóta ofan á menningunni eru raunverulega, það er einhvern veginn verið að segja að þetta er eiginlega algjörlega dauð menning. Já. Og það er alltaf verið að gefa fólkinu að borða mjög skrautlega mat, en það er ekkert sem gerir þetta fólk glatt. Fannst ykkur verið eitthvað svoleiðis í þessari mynd að svona menningin okkar væri svona dauð? Já, þú veist, mér fannst það birtast á marga ólíka vegu gegnum myndir, einmitt eins og þarna, þú veist það, H&M og Balenciaga atriði. Svo líka stórkostlegt atriði og líka þegar, þú veist, eins og þegar mótilið er, þú veist, að taka mynda sér að borða spagetti og allt æðislegt og bara fyrir Instagram og svo bara, já, ég er með glútenóþol, þú veist, þetta er allt svona, þú veist, þetta er allt þetta front og svo, þú veist, ertu ekki að njóta á móti, einhvern veginn, þú veist, bara svona að leika það að njóta og hafa það æðislegt, sem var svolítið áhugavert. Já, ég meina, þú veist, það er hort niður á hástéttina þannig, skilur við, það er sín höfundar er köld, sko, hún er svolítið svona, svo Snorri Sturluson, getur maður sagt, mjög kaldur höfundur, þú veist, manneskjan er statusvera, þú veist, hún er kynvera, hún er, þú veist, hún er félagsvera, en hún er bara, þú veist, hún er dýr, sem og það er engin raunveruleg empati, það eru bara valdabarátta, þú veist, og þetta er einn holl afhjúpun, við segjum svona sögur til þess að minna okkur á, og þetta er saga sem hjálpar okkur að lesa samfélag okkar og okkur í kring út frá þessu kalda perspektífi, sko, sem er holdt. Þetta er ekki allur sannleikurinn, en þetta er hluti af honum. En svona listaverk sem eru lögð inn í samfélagið, er það innlegg inn í samfélagsumræðina? Er þessi mynd að segja okkur eitthvað? Er þetta pólitísk mynd sem er þetta bara í pólitísku umræðu? Mér veist það að mörgu leyti. Ég meina, hún sýnir líka bara það að þessi einstaklingshyggja virkar ekki, eða þú veist, það er, skilur, þetta er einhvern veginn, við þurfum svolítið að hugsa heildina og við erum, þú veist, ég meina því að, þú veist, eins og þegar þau einmitt enda á þessari eyðeyju, þá eru allir að reyna að bjóða, skúringakoninni, þú veist, úrin sín og öll þessi verðmæti í næsta heimi, skiluru, en einhvern veginn þarna á þessum stað, þú veist, þú þurfið að vinna saman og það er ekki, þú veist, þetta hefur ekkert vægi einhvern veginn í þessu umhverfi, þannig að við erum búin að skipta það, þá, þú veist, ertu búin að missa allan status einhvern veginn. Þess að við treystum á virkaði ekki þarna. Já, einmitt. Í eftirlífinu. Sem getur verið sammitt bara þegar það kemur ykkur, þú veist, þegar hamfarahlýnin er komin á það stig að þetta hættir að hafa eitthvað verkgildi, sko. Já, ég held að, þú veist, breytir menningin eða menningasköpun, breytir sagan raunverulega geta hugmyndir raunverulega breytt samfélögum eða endurspegla menningin bara ríkjandi hugmyndir
þú veist, þetta mjög stór spurning sem við tekist ég held að þetta sé bara kantið að hekilega hvað sem ég meina, Jesú Kristus sagði sögur, skilur hann breytti kannski ekki sínu samfélagi en hann virkilega hafði áhrif sko, þegar lengri tíma lítið til góðs og stundum til íls eða hvernig hann var notaður eða hvað sem ég meina það það sem svo sorglegt við listamenn að þeir vilja gjarna vera byltingamenn en þeir rauninni eiga ekkert í það vegna þess að þeirra boðskapur hann svo hægfara ég held að þú veist það taki hann virkar á þriggja kynslóða fresti held ég með líkur þessi mynd sem verður líklega klassík hún minnisvarð eitthvað hér og býr til einhverja sýn sem gæti haft mótandi áhrif á gildismat einhvers hóps sem breytir þá einhverju hvernig þessi hópur velur en það mun gerast á miklu lengri tíma Já, einmitt og afleiðingarnar koma fram miklu seinna Já Þið finnst þetta svo góð mynd að þetta þessi mynd hún er fólk á að sjá þetta Já, þetta alveg Það er gaman að fara á hana Varst þú alla leiðina heim að tala um hana? Já, alveg alla leiðina heim og bara, Þetta alvöru listaverk og þetta kvikmynd sem hefur í sér skáldskap það ekki alltaf átt að segja það kvikmyndir Hörðu þetta Við mælum með því að fólk fara á hana og tala um hana okkur finnst gaman að tala um hana Endilega. Herðu, við ætlum að tala um alltaf sögu hérna á eftir. Það er sagan af Íbúðlánasjóði. Haldið ykkur fast.